Í þessu dæmi eigum við að sanna að svíin tangens x plus 1 á móti cosinus x, allir svíin í öðru veldi, er sama á brotið 1 plus sinus x deilt með 1 minus sinus x. Nú ef við lítum aðeins á þetta þá sjáum við að vinstri hliðin, hún virðist vera nokkru flóknari heldur en hægri hliðin. Vinstri hliðin sem sagt tangens x plus 1 á móti cosinus x og allir svíin í öðru veldi. Við skulum, það sem að virðist vera vandinn hér er sá að hérna erum við með bæði tangens og cosinus inn í sviga í vinstri hliðinni, meðan í hægri hliðinni erum við bara með sinus. Þannig að við reynum að vera hugsanlega leið þá að reyna að umrita það sem er inn í sviganum, eða umrita vinstri hliðina þannig en þá innihaldi bara sinus en í staðin fyrir tangens og cosinus. Nú vitum við að tangens x er jafnt og sinus x deilt með cosinus x. Þannig ef við skiptum þar á þessu, setjum sinus x cosinus x deilt með cosinus x inn í staðin fyrir tangens x, þá fáum við hérna svigan sinus x deilt með cosinus x plus 1 á móti cosinus x, allir svíin í öðru. Og þetta eru bara tvö brot með sama nefnar og við skulum bara leggja þau saman snarlega. Og þá fáum við hérna sinus x plus 1 deilt með cosinus x og það allt í öðru veldi. Nú við sjáum að við erum þá komin hérna strax með sinus x plus 1 upp á strikið sem lítur bara vel út. Við erum að cosinus x fyrir neðanstrik. Okay. Við getum breytt cosinus í sinus. Við vitum að við skulum kannski fyrst losa okkur við hann að sviga bara. Ekki að gera þetta þá þannig en að við tökum þá hérna teljarinn í öðru veldi, það verður þá sinus í öðru veldi x, fyrirgefiði, sinus x plus 1, allir svíin í öðru veldi, deilt með cosinus í öðru veldi x. Nú ég semst búin að losa mig við þennan ytri svig, ég er búin að semst þetta teljarinn í annað veldi og nefna hann sömuleiðis í annað veldi. Og hér sjáum við að núna getum við farið að hugsa að skipta út cosinus fyrir sinus. Við vitum nefnilega að samkvæmt hornafalleiningu er sinus í öðru veldi x plus cosinus í öðru veldi x jafnt og 1 og þá er náttúrulega cosinus í öðru veldi x jafnt og 1 mínus sinus í öðru. Þannig að við setjum nú bara 1 mínus sinus í öðru í staðin fyrir cosinus í öðru hérna fyrir neðan strik. Þannig komum við hérna, ef ekki að snúa þessu við erum hérna með sinus x plus 1, ef ekki að hafa það 1 plus sinus x, skiptir það máli, bara svo að sé eins og hinum megin. Þetta í öðru veldi, deilt með 1 mínus sinus í öðru x fyrir neðanstrik. Nú er þetta farið að nálgast svolítið, við sjáum að við erum, þetta er nokkuð líkt sem er í hægri hlið, við erum þó ekki komin alla leið. Við sjáum reyndar fyrir neðanstrik erum við með 1 mínus sinus í öðru veldi og við náttúrulega munum eftir samokreglu sem segir að við erum með tvær stærðir að eru mínus einhver önnur stærð í öðru veldi b, þá er það jafnt og a plus b sinnum a mínus b eða samoka svegar. Okay. Hér er ég með 1 mínus sinus í öðru, 1 er náttúrulega jafnt og 1 í öðru, þannig ég beiti bara samokareglu á nefnarna hérna, þá er ég fæði hérna fyrir ónastrik 1 plus sinus x í öðru, ég er ekkert að margfalda upp úr þessum svega strax, þegar hér fyrir neðanstrik fæði ég þá 1 plus sinus x sinnum 1 mínus sinus x. Svona.
þá sé ég að ég kom með hérna svigan 1 plus sínus x bæði fyrir ofanstrik og neðanstrik. Fyrir ofanstrik hann í öruveldi, þannig að ég get nú bara stytt hér út og styttist út þessi svigi á móti öðrum sviganum hérna og ég komin með að þetta þá jafnt og 1 plus sínus x deilt með 1 mínus sínus x sem jafnt og hægri hliðin og það var einmitt það sem sanna átti.